Komið þið sælir áhorfendur Hringbrautar og velkomin í þáttinn Atvinnulífið. Í síðustu viku vorum við á Hvanneyri meðal annars og kynntum okkur þá starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands og það var fyrri hluti. Í þessum síðari hluta ætlum við að meðal annars að fjalla tvær deildir af þeim þremur sem skólinn rekur og önnur náttúra og skógur og hinn heitir skipulag og hönnun. Og ég er staddur hérna ásamt Friðþjófi Helgasyni á Reykjum í Ölfusi og við ætlum að ræða hér við nokkra stjórnendur og kennara eins og við gerðum í síðasta þætti. Og að samaskapi verðum við á Keldnaholti sem er ein af starfsstöðum Landbúnaðarháskóla Íslands. En við hefjum þáttinn hérna á Reykjum. Já, Bjarni Diðrik Sigurðsson, prófessor í náttúrufræðum hérna við Landbúnaðarháskóla Íslands. Þú hefur verið að vinna mjög áhugaverðum rannsóknum í tengslu við, já, ég myndi segja risastórt Evrópuverkefni, það sem þið hefði hlotið stóran styrk. Verkefni Arctic Future, segja okkur út af hvað þetta gengur. Já, við erum hér að nýta einstakar íslenskar aðstæður sem er jarðhitinn og það var Suðurlandsskjálfti eins og fólk kannski man 2008 og það gerðist þá að það fór að hlýna hjá okkur jarðvegur og á nýjum stöðum sem hafði verið kaldur áður. Og þetta er svona eins og vísindamenn víða erlendis eru að eyða 100 milljónir í að hita upp vistkerfi til að líka eftir loftslagi framtíðar. Og með þessar aðstæður þá sóttum við til Evrópusambandsins að setja á fót doktorsnema skóla þar sem við bjóðum evrópskum doktorsnemum til Íslands þar sem þeir nýta þessar einstakku aðstæður til rannsókna á áhrifum hlýnunar á vistkerfin. Og þetta við fengum nokkuð góðan styrk til að hafa þetta verkefni í 5 ár hérna á Reykjum í Ölfusi. Og við erum hérna að mennta 15 framtíðarvísindamenn, 15 doktorsnema sem að rannsaka mismunandi hluti í náttúrunni, allt frá því að litlar örverur, litlar bakteríur, upp í gróðurinn, upp í allt í raun allar hringrás í náttúrunnar. Og hér eru við á Íslandi náttúrulega með einstakar aðstæður sem eiginlega hvergi finnast annars staðar í Evrópu. Að sögn Bjarna eru styrkir á borð við þann sem Landbúnaðarháskólann hlaut mjög eftirsóttir en einungis 4% umsækjenda fengu úthlutuðum styrk og því hlýtur þetta að vera talsverð upphæð fyrir skólann, þar sem fjárhæðin er talsvert há. Já, þetta er háar fjárhæðir, við erum með 20 ársverk í þessu á hverju ári í 5 ár. Þannig að við erum með 100 ársverk í rannsóknum á Íslandi sem við erum að fjármagna í gegnum þetta. Isabel Barrio kemur frá Spáni og stýrir einn af deildum skólans, náttúru og skógi. Ég bað hann að segja mig frá helstu rannsóknarverkefni deildarinnar og þá einkum svokallarar ENSHIELD námsbrautar. Já, við stundum rannsóknir og kennslu í umhverfisfræði, skógfræði og endurheimtarfræði og við erum mjög góð í jarðvegsfræði og sjálfbærni ein lykil áhersla deildarinnar ásamt auðlindanotkun og umhverfismálum. ENSHIELD stendur fyrir umhverfisbreytingar á norðurslóðum og ENSHIELD alþjóðleg námsbraut á meistarastigi sem við erum að bjóða í samstarfi við Lundarháskóla í Svíþjóð og Helsinki háskóla í Finnlandi og aðra samstarfsaðila í Danmörku, Grænlandi, Íslandi og Finnlandi. Og ENSHIELD mjög spennandi verkefni sem hófst í haust 2020 og þá byrjuðum við með 5 nemendur og núna í haust tökum við á móti 10 nýjum nemendum og í náminu læra nemendur vistkerfi og samfélag norðurslóða og hversu hratt þau eru að breytast. Og núna það mikil þörf fyrir þverfaglega sérfræðinga sem geta fjallað sjálfbæra nýtingu og umhverfis norðurslóða. Ragnhildur Helga Jónsdóttir námsbrautarstjóri í náttúru og umhverfisfræði sem hluti af námi innan fagdeildarinnar náttúra og skógur. En hver eru helstu áherslunar innan þeirra deildar? Í þessari deild þá erum við að þætta saman þessi grunn náttúruvísindi í landinu
og við erum þá bæði að fjalla grunnrannsóknir í náttúrufræðum, kolefnisbindingu, þessi ferla sem þar í gangi og þess áttar, og síðan erum við jafnframt að fjalla skógfræði, hvernig erum við að nýta landið, hvernig nýtist mismunandi land undir mismunandi tegundir af skógi og all þessi samverkun á milli þessa lifandi og dauðu parta af náttúrunni og síðan þá nýtingu mannsins á náttúrunni. Við ætlum að lifa á þessu landi og þetta þessi grunnþættir í landinu sem að gera verkum hvað við getum nýta, en það spurningin hvernig við ætlum að nýta til sjálfbærni til lengri tíma litið, því það náttúrulega vaxandi vægi núna á síðustu árum, þessi sjálfbærni hugsun, að við getum ekki bara tekið, heldur verðum við að aðeins að tempra okkur og lifa í sátt við umhverfið. Og þetta þá náttúrulega þessar rannsóknir sem eru í þessari deild, það eru byggjast töluvert á þessu að hafa betri grunnþekking á þessu, hvernig eru ferlarnir í náttúrunni og síðan þá hvernig hefur þetta allt áhrif á möguleika okkar til nýtingar og hins vegar hvernig nýtingin hefur áhrif á þessa ferla hjá okkur. Nám í Landbúnaðarháskólanum fer í raun fram á 4 menntastigum, allt frá grunnnámi af doktorsnámi. Bjarni Diðrik Sigurðsson er umsjónarmaður með framhaldsnáminu. Já, það er mjög skemmtilegt að vinna hjá þessari stofnun. Við erum að mennta fólk frá því að vera á iðnskóla eða framhaldsskólastigi upp í doktorsnám. Við erum að kenna fólki á 4 skólastigum. Og ég sé framhaldsnámið og það kannski er ekki oft í umræðunni, en við erum með á annað 100 framhaldsnema við Landbúnaðarháskóla Íslands. Við erum með 16 doktorsnema sem eru í rannsóknartengdu námi hjá okkur og svo erum við með rétt rúmlega 100 meistaranema sem eru í framhaldsnámi. Og þetta er á öllum þessum kjarnasviðum sem að þið fjallið í þessum þáttum, öllum þessum fræðasviðum sem við erum að kenna til BS-gráðu, að við bjóðum sér líka upp á meistaranám og svo doktorsnám sem er lokapróf á háskólastigi. Og við segjum stundum við viljum fá fólk og svo erum við endurmenntunardeild og fólk kemur og tekur námskeið og við viljum hafa þetta þannig að það kemur ykkur á keðjusagarnámskeið og hann veit ekki fyrir náttúrulega doktor sko. Langar aðeins að spyrja það, Ragnhildur Helga Jónsdóttir, námsbrautarstjóri, náttúru- og umhverfisfræði. Vitund almennings okkar landsmanna, Íslendinga, þessi vísindi sem þú ert að lýsa, þetta var ekki svona fyrir 30-40 árum. Það eru búin að vera eiga sér stað greinilega mikla rannsóknir og erlent samstarf. Það er aukin umræða umhverfismál. Þetta lítur alltaf að hafa haft mikið að segja þróun kennslunar hérna. Já, heldur betur. Bæði, það er orðið miklu meiri almenn vakning þetta og við sjáum þetta í öllum fjölmiðlum. Það er miklu meira þessi mál fjalla núna heldur en var fyrir 20-30 árum síðan og það skila sér inn bæði í að nemendur hafa breiðari grunn þegar þau koma vegna þess einlega áhuga á þessu og síðan þá nýtum við þetta inn í kennslunum hjá okkur. Við erum að tengja þetta bara í okkar daglega, bara umfjöllunarefni í fjölmiðlum og lífinu í landinu í dag. Landsvirkjun hefur átt náið og gott samstarf við Landbúnaðarháskólann varðandi ýmis tækifæri í hátækni matvælaframleiðslu. Ég hitti Sigurð Markússon, nýsköpunarstjóra Landsvirkjunar, að máli á Reykjum. Já, við hófum samstarf í fyrra við Landbúnaðarháskólann og sama tíma við sveitarfélög á Suðurlandi að skoða betur og kafa dýpra í tækifæri svæðisins í matvælaframleiðslu sem byggir á orku og tækifærum tengt orkunotkun þegar við horfum á gróðurhús eða þörungaframleiðslu eða önnur tækifæri í tengslu við matvælaframleiðslu sem eru í stýrðu umhverfi. Þá er þetta allt mjög orkuháð og Suðurland er eitt stærsta orkuvinnslusvæði landsins og fyrir utan það að eiga af öðrum auðlindum vera ríkt eins og með vatn og annað að þetta er kjörið tækifæri fyrir orkugeirann, fyrir rannsóknaraðilann eins og í Landbúnaðarháskólanum að vinna saman að skoða ákveðna möguleika, ákveðin tækifæri og sjálfbærni flötin kannski á frekari matvælaframleiðslu inn í framtíðina því að við sjáum fyrir okkur að matvælaframleiðsla þarf að verður flóknari og meiri kannski vísindagrein eftir því sem fram líður þegar svo við sjáum bara gerast í gróðurhúsum, þetta er að verða sjálfvirkara, meiri alls konar skynjarar og tæki og tól og þetta er á sama tíma verða orku frekari grein.
Samstarf þessara tveggja stofnana leiddi meðal annars til þess að í ársbyrjun hófst starfsemi fyrirtækisins Orkidea sem hefur það meginmarkmið að vekja áhuga á orkutengdri matvælaframleiðslu. Auk Landbúnaðarháskólans og Landsvirkjunar koma samband sunnlenskra sveitarfélaga og atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið að þessu fyrirtæki. Ég hitti framkvæmdastjórann Svein Aðalsteinsson og spurði hann hvernig samstarfinu við Landbúnaðarháskólan væri háttað. Landbúnaðarháskólinn hefur, eins og við vitum, starfstöð hérna á Reykjum í Ölfusi og á Reykjum hefur í gegnum tíðin alltaf verið mikið nýsköpunarstarf. Þannig að okkar hlutverk að greiða leiði nýsköpunar á öllu Suðurlandi og að sjálfsögðu Reykir mjög mikilvægur póstur í því samstarfi. Við viljum tengjast skólanum hér, tengjast nemendum sem hér eru við störf og nám og fiska upp hugmyndir, aðstoða nemendur og aðstoða þá starfsmenn skólans sem að þess kjósa. En okkar markmið að greiða leiði nýsköpunar og það gerum við með því að tala við fólk, tala við frumkvöðla, tala við fyrirtæki, tala við stofnanir sem hér eru á Suðurlandi og sjá til þess að þau viti okkur hvað við getum gert og reyna að aðstoða bæði fyrirtæki og frumkvöðla eins og við getum. Vitneskja almennings á þessum málum hefur ekki verið mikil fram til þessa en fer væntanlega vaxandi, einkum hjá yngri kynslóð sem að mennta sig, eða hvað? Já, ég held það. Ég held að við munum sjá á næstu árum rosalega breytingar á matvælakerfinu og fólk kannski ekkert rosalega mikið að hugsa í dag svona hvaðan maturinn kemur en það að aukast rosalega. En þegar við kannski komum á þann stað að matvæli þurfa að vera sjálfbær og þurfa að vera eiturefnafrí og þurfa að vera án risastórs kolefnisfótspors og slíkt, þá fer þetta alltaf að skipta máli og það er alveg allavega í mínum huga augljóst að við þessa byltingu muni tækifæri til að framleiða svona matvæli verða mun meiri á Íslandi en annars staðar, bara út af þeirri orku og vatni og lofti sem við eigum. Og þetta er kannski kjarninn í kringum Orkideu, að horfa á þessi tækifæri og vinna með öllum aðilum að reyna að skoða hvað við getum gert til að láta þetta gerast. Eins og framkom í máli Ragnheiðar Þórarinsdóttur rektors í síðasta þætti á skólinn samstarf við Landgræðsluskóla Gró sem er eins konar sérverkefni innan skólans en skólinn hefur aðstöðu á Keldnaholti. Ég hitta máli Sjöfn Vilhelmsdóttur sem er forstöðumaður Gró en hvernig er það nafn til komið og hvernig kom til samstarfsins við Landbúnaðarháskólann? Gró-nafni kemur frá nýrri stofnunni í utanríkisráðuneytinu sem heitir Þekkingarmiðstöð þróunarsamvinnu og heldur utan fjóra skóla sem störfa áður undir nafni Háskóla Sameinuðu þjóðanna og Landgræðsluskólinn er einn af þeim ásamt jarðhita, sjávarútvegs og jafnréttis. Og Landbúnaðarháskólinn og Gró gerðu með sér samkomulag að Landgræðsluskólinn yrði hýstur hér í Landbúnaðarháskólann. En hvaða nemendur sækja nám til Landgræðsluskólans? Þetta er hluti af þróunarsamvinnu Íslendinga. Þannig það eru sérfræðingar frá þróunarlöndunum sem koma hingað í nám til okkar og meginþungi starfi okkar er 6 mánaða nám sem við erum með frá mars til september á hverju ári. Og svo miðum við að reyna að fá 20 sérfræðingar frá samstarfsstofnunum sem eru fagstofnunir bæði í Afríku, Mið-Asíu og Mongólíu. Og hvar fer þetta nám fram og hvernig? Það fer fram hérna á Keldnaholti, fyrirlestrar mikið og það náttúrulega þurfum að keyra þetta gegnum sumarið til að geta fært með fólki í vettvangsferði. Það er stór hluti því þú ert í landgræðslupælingum. Við höfum líka alltaf átt mjög gott samstarf við landgræðsluna og nýtt okkur þeirra aðstöð líka til dæmis í Gunnarsholti til að láta hluta náminu fara fram þar. Hvað er pláss fyrir marga nemendur hjá Gró? Viðmiðunartalan er 20, af því þetta er mjög kert hrætt áfram og haldið vel utan þetta. En við náðum 17 núna í ár út á COVID. En snúum okkur nú að deildinni skipulag og hönnun. Hver eru helstu verkefni þessara deildar Landbúnaðarháskólans? Sigríður Kristjánsdóttir er deildarforseti. Já, deildin skipulag og hönnun, þetta er ung deild og við erum að vinna rannsóknir og kenna skipulagsfræði og landslagsarkitektúr og það er bara mikil aðsókn í deildirnar. Og við höfum verið að ráða og þétta í starfsmannaröðunum hjá okkur. Þannig að við erum komið með mjög
fræðimenn sem að kenna í bæði skipulagsfræðinni og landslagsarkitektúrnum. Nemendur í landslagsarkitektúr sækja nám sitt á Hvanneyri og ljúka þar BS prófi, en skipulagsfræðin kennd í Reykjavík. Já, það kennt hérna í Reykjavík og ég hef stundum sagt að þetta sé bara best falda leyndarmál skólans. Og hérna á Keldnaholti erum við með kennslustofur og erum að vinna með nemendum og bæði að hérna fræðilegum og hagnýtum verkefnum og við til með sambandi við hagnýtt verkefni þá tökum við alltaf í lok fyrsta ársins fyrir einhvað ákveðið svæði og þá höfum við bara verið óhrædd við að taka svæði kannski sem í svona deiglunni. En skipulagsfræði í boði til BS-gráðu? Nei, við bjóðum hann ekki í BS-gráðu. Við bjóðum skipulagsfræðina eingöngu á meistarastigi. Og við höfum það þannig að til þess að sækja að koma, þá nóg að þú hafi lokið BS-prófi eða BA-prófi. Þannig að við erum að fá nemendur, vissilega úr landslagsarkitekturum ofan á Hvanneyri. Við erum líka að fá nemendur úr arkitektur og listaháskólanum. Við fáum nemendur úr landafræði og byggingatæknifræði og við erum með vöruhönnu núna. Við höfum haft lögfræðing og sálfræðing og sakfræðing. Þannig að það sem við gerum þegar þú sækir að þá bara sest ég niður með þér og fer yfir hvað þú ert búið með. Og svo mjög ofta fólk þarf að taka sem við köllum forkröfur, en það er kannski ekki rétt nefni. Heldur það námskeið sem þú þarfst að taka til að þétta þekkingagrunniðinn. Og hérna, það fallir ekki áfangur sem koma seinna og þú getur tekið þessi kúrsa með sem val á fyrsta árinu. Og svo má nefna að í deildinni líka skrúðgarðyrkja sem kennd á Reykjum í Ölfusi og þar læra nemendur tæknilega útfærslu á að gera fallega garða. Astrid Lillards aðjúnkt við Landbúnaðarháskóla Íslands. Hún með doktorsgráðu í sakfræði og sérhæfir sig í borgarskipulagsmálum. Þar á undan var hún yfirmaður rannsókna hjá Alþjóðamiðstöð borgararkitektúrs og landslags í Brussel. Rannsóknir hennar beinast að þéttbýlisformum, kenningum og aðferðum, opinberum verkefnum og almenningsrýmum. Astrid stjórnandi þess hluta rannsóknar á vegum Creative Europe sem snýr að Íslandi. Verkefnið stutt af Evrópubandalaginu. Íslenska arkitektastofan Alternans kemur að verkefninu sem samstarfsaðili en alls taka 10 evrópska stofnanir og fyrirtæki þátt í þessu samstarfi sem snýr að borgarskipulagi. Skipulags- og hönnunardeild Landbúnaðarháskólans tekur virkan þátt í verkefninu fyrir atbeina Astrid. Helena Guttormsdóttir lektor í landslagsarkitektúr og ég hitti hana í heimabæ sínum á Akranesi. En út á hvað gengur þetta nám sem kennt á Hvanneyri? Já, gaman að þessu. Nákvæmlega, það ekki margir sem átt að sjá því að landslagsarkitektúr kenndur við Landbúnaðarháskóla Íslands. Þetta nám var stofnað árið 2001 og hét umhverfisskipulag og þetta fyrri hluta nám í landslagsarkitektúr. Nemendur geta líka farið í skipulagsfræði, framhaldsnám og fleiri greinar. Við höfum brautskráð 170 nemendur síðan að námið hófst og flestir sem fara í framhaldsnám, við erum ekki með mastersnám hér á Íslandi í landslagsarkitektúr, en flestir sem fara erlendis hafa farið til Norðurlandana, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur, en þau hafa líka farið til Englands og Þýskalands og fleiri landa. Grunn uppistaða námsins eða hryggsúla námsins í raun og veru það sem við köllum LARK-áfanga, sem byggjast í raun og veru á nálgun frá hinnu smáa yfir í stærri skala, frá einkagarðinum yfir í mannvirki í landslagi eins og vegi og snjóflávarnir og svo framvegis. Við höfum lagt áherslu á síðustu árum að þróa námskeið út frá sjálfbærni og að nemendur í raun og veru séu meðvitaðir umhverfið út frá sjálfbærni markmiðum Sameinuðu þjóðanna og það líka bara svolítið áhugavert að vera hér af því að eitt hlutverk háskóla, lítilla háskóla á landsbyggðinni að seytla þekkingu yfir í nærsamfélagið og hækka menntunarstig. Við erum hér á Breið á Akranesi þar sem að ég held einir 11 nemendur hafa farið í námið hjá okkur og hér á þessum stað stórkostlegt dæmi kjarna landslagsarkitektúrs, það að segja samspil manns, umhverfis og góðrar hönnunar og hvernig góð hönnun hefur áhrif á lífsgæði. Af því að hér var í raun og veru bara tiltölulega yfirgefið svæði en landslagsarkitektastofan Landslag hefur verið að
endur hannar svæðið sem við sáum hérna við þessum bryggju ás hérna og það er búið að reisa hérna menningarminjar gömlu trönunar sem voru hérna og framar á nesunu er svokölluð stakkstæði þar sem að saltfiskurinn var flattur og þar hafa okkar nemendur verið síðustu 3 ár að vinna í byggingafræði á haustinu við að grafa upp gömlu steinana. En svo er nú glæsileg bara aðstaða upp á Hvanneyri líka fyrir nemendur. Það er sérstök sérútbúin kennslustofa fyrir þetta fag. Já, það er raun og veru fæði náskellt öðrum hönnunar og listgreinum þannig að við erum með svona svokallar stúdíó og upp á vinnusal það sem við raun og veru við erum með bara mjög góð aðstöðu í plotturum og prenturum og það er raun og veru svona eins og annað heimili nemenda líka. Þannig að og þykir bara mjög eftirsóknarvert og við erum líka búin að vera ótrúlega heppin með að fá erlenda aðila til okkar í kennslu og senda út nemendur þannig að ég myndi segja bara að við erum búin að vera ótrúlega heppin með bara hvernig þetta hefur tekist með bara nýja námsbraut. Helena Guttormsdóttir, segðu mér hver er svona þróun í kennslu í landslagsarkitektúr síðustu kannski áratugina, 2-3 áratugina og líka áhugi á þessu fagi. Hefur hann ekki aukist talsvert? Ég held að landslagsarkitektúr í dag er svona heitasta fagið innan hönnunargeirans af því að það raun og veru að tala rýmið á milli húsana og landslagið og hvernig náttúran er að koma inn í og það raun og veru þetta var áður kannski tiltölulega fámenn stétt og fólk sem hafði þá farið í garðyrkju eða skrúðgarðyrkju sem fyrirhlutanám. En núna er þetta á heimsvísu orðið bara mjög mikilvægt fag til þess að tengja saman mann og náttúru. Og allstaðar er eftirsókn eftir góðri upplifun. Það er raun og veru það sem að nútíma maðurinn saknar, að það er þessi tenging við að upplifa náttúruna og þar kemur hönnunin svo sterk inn. Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir miklu mannauði og það hlýtur að vera talsvert mikið starfa að velja hér rétt úr og skipuleggja þessi mál hérna ásamt gæðamálum. Mikið rétt, Landbúnaðarháskóli Íslands, hann býr yfir mikilli sérþekkingu og miklum og góðum mannauði, búið lög að mæla þar og við erum alveg sérstaklega stolt yfir okkar fólki. Og þess ber að gera að við skólan starfa 100 manns á 3 starfsstöðum, hér á Reykjum í Ölfusi, á Keldnaholti í Reykjavík og svo á Hvanneyri í Borgarfirði. Og skólinn er að vera alþjóðlegri. En það er gaman að segja frá því að við erum með sérfræðinga hjá okkur frá Þýskalandi, Frakklandi, Spáni, Íran og Belgíu, svo lönd séu nefnd. Og það eru sjálfsagt alltaf einhverjur að bætast í hópinn eða ekki? Alltaf hreint og núna bara á haustmánuðum þá fáum við til okkar einstakling meðal annars frá Kólumbíu sem er mikil tilhlökkun að fá í hópinn. Halldór Þorgeirsson er formaður loftslagsráðs en mikilvægi þessara mála skipta landbúnaðinu verulegu máli. En hvernig tengist þetta? Landbúnaður er raunverulega mjög miðlægur í viðbrögðum við loftslagsvandanum. Það sem við erum raunverulega að gera, við erum að ná aftur því jafnvægi sem var milli þess koldíoxíðs sem við sendum upp í andrúmsloftið og því sem við bindum tilbaka. Og við ætlum að ná því kolefnisjafnvægi aftur 2040, en við þurfum líka að búa okkur undir breyttan heim og þarna er landbúnaðurinn mjög miðlægur. Því að ef maður ætlaði að reyna að skilja loftslagsvandann þá er þetta raunverulega bara kolefni á villigötum. Þetta er kolefni sem hefðum átt að láta vera áfram í iðrum jarðar og hefum dælt upp en ræktun nær þessu aftur tilbaka og þú hugsaðar að þú er með sand í annarri hendinni og mold í hinni. Munurinn er sá að mold er með kolefni og þess vegna er svo mikilvægt að horfa á þetta frá sjónarhorni ræktunar. Já, á dögunum var verið að kynna nýtt plagg sem er svona stefna í landbúnaðarmálum. Hvernig tengist þetta allt saman? Þarna verður að opna mjög merkilega og mikilvæga umræðu. Það er mikilvægt að þarna er gerð tilraun til þess að hugsa landbúnað alveg upp á nýtt. Landbúnað sem er fyrir framtíðina og líka tryggir okkur áframhaldandi búsetu á þessu landi. Daði Már Kristófersson er aðstoðarrektor og Landbúnaðarháskólans. Ég spurði hann ális á þeim sóknartækjaverðum sem blasa við skólanum á næstunni hvað varðar matvælaframleiðslu, umhverfis og skipulagsmál og þá einkum með tilliti til fæðuöryggis og útflutningsstarfsemi. Þú verður áttað á því að okkur fjölgar stöðugt mannkyninu og það verður þannig að í kvöld eru 200.000 fleiri í mat heldur en voru í gærkvöldi. Þannig að matvælaframleiðsla er undirstaðan undir þessu öllu saman og tækifærin eru gríðarleg.
Og við gleymum því oft þegar við erum að fjalla þessi mál að Ísland hefur í gegnum aldirnar fyrst og fremst verið útflytjandi á matvælum. Við erum auðvitað einhver öflugasta fiskveiði þjóð í heiminum. Og síðan með okkar landbúnað, þar eru mikil tækifæri. Það þannig að matvælaverð í heiminum hefur verið að skríða upp á við vegna þess að ræktunartækifærunum að fækka. Og þar eiga Íslendingar gríðarlega tækifæri. Við eigum mikið af landbúnaðarlandi. Það sem að við sjáum fram á núna breyting í því hvernig við nýtum þetta land. Við höfum fyrst og fremst hingað til nýtt til beitar og til fóðurframleiðslu, en við vitum að tækifærin í að framleiða matvæli og jafnvel til útflutnings eru mjög mikil á Íslandi. Kornrækt og fleira. Kornrækt, ýmislegt annað. Jarðræktin framtíðin. Við sjáum það líka á breytingum á neysluminstri ungu kynslóðarinnar og svo sem margra fleiri. Fólk að leggja meiri áherslu á fæðu úr plönturíkinu. Lífrænt, hollusta. Allt þetta. Og við eigum sem sagt land, nóg af því, við eigum nóg af góðu vatni. Hér eru skilyrði þannig að við þurfum ekki mikið að nota af aukaefnum. Þannig að framtíðin björt. Þú segir þetta rétt, Daði, að við eigum mikið að ónýttu landi hér á Íslandi. Já. Þetta stórt land, mjög stórt með íbúafjölda. Já. En hvað með veðrið? Jú, það hefur verið, ekki að segja það sé áskorun, en við höfum verið að vinna í þessari áskorun. Og með kynbótum, skipulögum kynbótum, til dæmis á byggi, þá höfum við náð gríðarlegum árangri og við vitum að við getum náð sambærilegum árangri. Þú áttað því að þetta þróun sem að gerast allstaðar í heiminum og maísinn sem upprunnin í hlýra loftslagi í Suður-Ameríku, hann skríður 50 kilometra í norður á hverju einasta ári. Já, það línun. Það sambland af línun, en kannski fyrst og fremst bara kynbótum og tækni og þekkingu. Þarna eigum við gríðarlega möguleika og það raunverulega þannig að þessi jaðar, þegar hann flytur sig norður, að þá einhver jaðar þar fyrir norðan sem flytur sig ennþá norðar. Já. Og Ísland að færast inn á þetta svæði. Þarna liggja okkar framtíða möguleika og ég alveg sannfærður það að þarna mikil framtíð fyrir íslenska landbúnað. Það komið að lokum þáttarins og ég vona að þið áhorfendur hafið orðið nokkurs vísari mjög fjölbreytta starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands sem á 3 stöðum á landinu, á Hvanneyri, í Keldnaholti í Reykjavík og Reykjum í Ölfusi. En þennan þátt eins og alla þætti okkar Friðþjófs Helgasonar má nálgast á heimasíðunni hringbraut.is.